Góðan daginn öll og velkomin. Ég langar að gefa þessu einhverjar mínútur í viðbót. Ég sé að fólk að koma. Það verða örugglega sæti fyrir alla en það er búið að koma auka sæti hingað inn og það er ennþá einhver sæti laus út í sal. Við skulum gefa þessu einhverjar 2 mínútur í viðbót eða svo. En við skulum bara hefja þetta. Góðan dag og velkomin á fræðslufund Almenna lífeyrissjóðsins sem við köllum eftirlaun í útlöndum. Bæði þeir sem eru hjá okkur sem eru í það veginn að fylla salinn. Salurinn tekur 100 manns og það eru fleiri sæti til hliðanna. En á streyminu eru yfir 500 manns líka, þannig að það er ansi fjölmennt á þessum fundi. Ég heiti Halldór Backman og er kynningarstjóri Almenna og verð fundarstjóri í dag. Við höfðum það alveg sterklega á tilfinningunni að þessu erindi eða þessu fundi yrði vel tekið. Við fengjum mikla aðsókn en þetta er samt sem áður framar björtustu vonum. Hér er fullt hús og á 700 í streymi. Þannig að, en þið eru ekki komin hingað til þess að hlusta á mig, það er alveg á hreinu. Þið eru komin hingað til að hlusta á frábær erindi sem við eigum í vændum. Og fyrst í röðinni er höfundur hugmyndarinnar, hún Þórhildur Stefánsdóttir, sem ég hef bara kallað hafsjór á fróðleik því að hún er það. Hún er deildarstjóri ráðgjafa hjá Almenna og erindi hennar heitir Undirbúningur í aðalhlutverki og þar ætlar hún að fara yfir þau helstu atriði sem hún telur að þurfi að hafa í huga ef maður hyggst búa erlendis á eftirlaunaárunum. Skulum bjóða Þórhildi Stefánsdóttur velkomna á svið. Gjörðu svo. Góðan daginn og frábært að sjá alla hérna hjá okkur og kannski sé ekki þessum á netinu en bara velkomin. Ég var að koma núna sunnudaginn heim frá æðislegri tennisferðana frá Marokkó og alveg frábært að koma svona að fá frí frá vetrinum og fá svona sól í kroppinn og spila tennis á leirvöllum og kynnast fullt af skemmtilegu fólki. Og maður skilur alveg vel það að fólk hafi áhuga að vera að ferðast þegar maður hefur meiri tíma og kynnast annarri menningu. Það birtist áhugaverðar tölur frá Þjóðskrá Íslands núna í vikunni og það var verið að segja að það eru tæp 51.000 íslenskar ríkisborgarar sem eru búsettir erlendis og það eru rétt yfir 100 manns. Ísland er búin að gera tvísköttunarsamninga við kringum 48 ríki og það er ekki, hver ríki er ekki alveg eins, það er mismunandi reglur milli landa og ef maður er að fara að flytja erlendis þá skiptir rosalega miklu máli að maður sé meðvitað það hver réttindi og skyldur maður hefur í þeim löndum sem maður flytur til. Ég ætla aðeins bara að stikla á stóru myndina, það er náttúrulega ekki eitt sem á við hvert einasta ríki en það er kannski helstu bara grunnatriði sem maður þarf að hugsa ef maður er að dveljast erlendis.
Kannski fyrsti punkturinn greiðslu lífeyris, þannig að það breytist ekki þótt að maður flytur erlendis, þá fær maður áfram greiddan þennan ævilangan ellilífeyri. Eina sem kannski breytist það að maður ekki lengur tengdur þjóðskrá, þannig að einu svona árið þá þarf maður að fara að sýna fram á það að maður sé lifandi og bæta einhverja stofnun hjá landinu sem maður býr og sýna hér ég. Og til þess að eiga áfram rétt að fá greiddan lífeyri. Séreignin náttúrulega bara smá séreign og maður náttúrulega bara stýrir henni hvort sem á Íslandi eða erlendis. Anna Elísabet ætlar að fjalla núna eftir þá málefni sem tengjast Tryggingastofnun. Skattamálin, þau geta verið mjög flókin. Þannig eins og ég nefndi, Ísland hefur gert tvísköttunarsamning við mörg ríki og það mismunandi hvernig reglur gilda varðandi með hvernig lífeyrir skattlagður eftir hvernig hann hefur myndast. Og Elín Margrét ætlar að fjalla skattamálin núna rétt á eftir. Og það getur líka, maður sér það búin að vera að hitta alls konar fólk í vinnunni, að þeir sem hafa verið að flytja erlendis að oft virðist fólk þurfa að kaupa sér þjónustu skattasérfræðinga til þess að aðstoða sig hvernig málin ganga fyrir sig. Það bæði á Íslandi og úti. Þegar maður að fara að eldast og þá kannski alltaf líklega að maður þurfa að fara að fá þjónustu hjá heilbrigðisstofnunum og það skiptir mjög miklu máli að maður sé meðvitað hvernig maður sjúkratryggður og hvernig tryggingarnar allar virka og Berglindi ætlar að fara yfir það hérna núna á eftir. Lögheimili og búseta. Ef maður skráir svo land úr þjóðskrá þá getur það haft áhrif á réttindum manns hérna á Íslandi. Og maður þarf líka að passa sig á því hvernig reglur eru dvalartíma í nýja landinu, hvort þarf maður að fara að skrá sig inn í landið og svo framvegis. Og vera mjög meðvitaður þetta. Bankaviðskipti og gjaldeyrismál. Algengast það að Íslendingar sem búa erlendis eru bara að fá lífeyri áfram greiddan á reikninginn sinn hérna á Íslandi. Það kostar verið að flytja pening út. Flestir eru að fá lífeyri frá fleiri en einum lífeyrissjóði og það bara ódýrast að vera bara sjálfur að millifæra lífeyrisgreiðsluna sína inn á reikninga erlendis. Maður hefur líka tekið eftir því í vinnunni að fólk sem með bankaviðskipti erlendis það þarf oft að vera að sanna hvaðan þessar lífeyrisgreiðslur koma, þannig oft eru bankan út að kalla á auka gögn til að sýna fram á hvaðan þessi peningar koma, þannig að reglur peningaþvætti. Síðan náttúrulega gjaldeyrishreyfingar geta haft áhrif á raunverulega upphæð lífeyris vegna gengisbreytinga. Félagsleg réttindi aðstoð, ef það réttur á öðrum bótum, til dæmis húsnæðisbótum, þá geta breyst eða fallið niður og maður kannski að kanna það hvað réttindi og aðstoð maður á rétt á í nýja landinu. Dánarbætur og erfðamál. Ef maður komið lögheimili erlendis þá eru ekki erfðareglur inn á Íslandi að eiga ekki við og borgar sig því að vera viss það hvernig allt virkar ef maður fellur frá. Hver að fara að erfa maður, þarf maður að gera erfðaskrá, jafnvel kannski maður ekki skráð með lögheimili, maður kannski fasteign, hvað maður að gera vandi með fasteignana. Það er maður að gera einhverja ráðstöfun fyrir það. Og síðan líka ef þú átt maka eða fjölskyldu er gott að skoða hvernig flutningur getur haft áhrif á þeirra réttindi. Ég alltaf kannski of mikið að hugsa varðandi með ef maður deyr, af því mamma alveg búin að passa alveg, já ef hún kannski býr ekki erlendis, ef maður flytur erlendis og er að ferðast, að maður deyr erlendis, þá náttúrulega ekki að senda sig heim í kistu heldur með í krukkunni, eða hvernig maður segja. Þannig að hvernig virkar svona praktísk atriði, Maður kannski ekki alveg hugsa þannig að maður ætlar að vera lifandi í útlöndunum. Þannig ekki allir sem ætla að flytja erlendis heldur bara að vera nokkra mánuði á ári á Spáni eða hafa það huggulegt, að þá heldur bara áfram sömu réttindum með íslenskan lífeyrinn, borga skatt og skyldur í Íslandi og þannig kannski spurning bara með gjaldeyrinn og hvernig tryggingarnar eru og svo framvegis. Og síðan líka kannski að maður getur kannski aðeins gleymt sér í útlandinu, að þessi tímabundna dvöl getur orðið langtímadvöl, þannig að vera meðvituð það hvenær maður þarf að fara að breyta lögheimili og ganga frá öllu því ef maður sér alltaf fram á því maður fann að búa í landinu.
Ég ekki að fara núna sérstaklega yfir svona almennt lífeyrismál, en fyrir rúmu ári síðan þá vorum við með fyrirlestur sitt korter í eftirlaun þar sem voru að fara yfir þessu helstu réttindi sem þarf að pæla í þegar maður er að fara á lífeyrir, og það hægt að skoða þennan fyrirlestur bæði á heimasíðan okkar og á YouTube. En ég vil bara aðeins að lokum að minna á sjóðfélagavefinn okkar, en það alltaf hægt að sjá hver staðan manns hver inneignin og réttindi, og ef maður aftur að sækja lífeyrir þá hægt að gera það inn í umsóknum, bæði þá innan ævilanga lífeyrir og úttekt úr séreign, og eftir að búið að taka einu sinni út úr séreignarsjóðnum þá getur maður stillt útgreiðslum undir útborgun séreignar, og hvort sem að fara að taka mánaðarlega einu lagi úr sjóðnum og styrkt því. Þannig að ég vildi bara minna að það á að vera einfalt, þannig að við greiðum tvisvar í mánuði út, þannig að það á að vera einfalt að vera að nota sparnaðinn sem maður búinn að vera að spara fyrir. Bara að lokum að þá alltaf hægt að panta fundi hjá okkur ráðgjöfunum, þá hvort sem að koma á staðinn, síma eða á fjarfundi, og þetta kostar ekkert, en það þarf að bóka það fundin bara inn á almenni.is. Það bara takk fyrir. Já, takk fyrir Þórhildur. Það er ennþá að bætast í hópinn bæði í salnum og á streymi. Það eru komin á 800 á streymið, og það er bara gaman að því að jú líklega er þetta fjölmennasti fundur sem að almenni hefur haldið. Við munum, þegar við förum í þessum erindum og eftir, munum við líklega ekki geta farið alveg á dýptina. Við getum ekki svarað öllum spurningum. Þetta er alltaf til þess að vekja til umhugsunar og til þess að athuga þegar fólk hafi í huga hvað þarf að gera til þess að koma sér af stað. Og eins með spurningar, við skulum geyma þær þangað til eftir erindin. Við ætlum að reyna að halda þeim tiltölulega knöppum og stuttum, þannig að spurningarnar geta komið á eftir. Við erum búin að útbúa pallborð sem hægt verður að koma spurningum á framfæri. Erindi, þetta, við höfum ekki hugsað út í það, en mér finnst það bara alveg mögulegt, og ekkert að því að setja glæðurnar á vefinn. En erindin sjálf, YouTube upptöka frá þessu verður sett út bæði óklippt fyrst og síðan klippum við og búum til stiklur og svo framvegis til að setja á YouTube-rásun okkar. En þá er komið að framlagi Elínar Margrétar Þráinsdóttur, deildarstjóra alþjóðlegra skattlagningar hjá Skattinum. Yfirskriftin hennar er Hvar borga ég skattinn ef ég bý í útlöndum, og fjallar þær reglur sem gilda hvernig fólk ber sig að sækja undanþágur frá greiðslu skatta hér þegar tvísköttunarsamningar heimila það. Gjörðu svo vel, Elín. Góðan daginn, og gaman að sjá hvað margir hafa áhuga á því að búa í útlöndum og vita eitthvað það áður að þið fara af stað. Það er eiginlega það svona, hvað er ég met það mikils. En já, hvar borga ég skattinn? Og kannski bara svona til þess að byrja, að það er mismunur á því hvernig skattskyldu við berum eftir því hvar við búum. Og ef við búum bara hérna á Íslandi, að þá berum við það sem við kallum fulla og ótakmarkaða skattskyldu, og þá eigum við í rauninni bara þurfum að gera grein fyrir hér til íslenskra skattyfirvalda öllum tekjum og allar eignir sem við fáum og eigum sama hvaðan þær koma í heiminum. Og þarna má bara þannig gera svona greinamun, taka sér dæmi lífeyrisþega sem býr á Íslandi, hann þiggur lífeyrisgreiðslur bæði frá íslenskum lífeyrissjóðum og svo kannski bara dönskum. Þessi aðili þarf að gera grein fyrir öllum tekjum sínum á Íslandi, bæði þessum íslensku og dönsku. Og svo er bara alls konar aðferðir sem beitt síðan í kjölfarið til þess að komast hjá tvískattlagningu. En svo það þeir sem ákveða að búa erlendis, og þá í rauninni allir sem hafa búið skemur á Íslandi 183 daga á 12 mánaða tímabili eða að fá tekjur frá Íslandi en eru búsettir erlendis, að þarna erum við komið skattskyldu 3. grein, og þar tölum við rauninni takmarkaða skattskyldu. Og þessum aðilum, þeir þurfa bara að gera grein fyrir því sem þeir fá á Íslandi. Þeir gera grein fyrir íslensku tekjum, íslensku fasteigninni og öllu því sem bara tengist Íslandi. Og þannig að ef að lífeyrisþeginn sem bjó áðan á Íslandi ákveður að flytja til Spánar
þá gerir það sem sagt bara grein fyrir íslenska lífeyrissjóðunum sínum á Íslandi, en við þurfum ekkert að vita þessum danska. En hins vegar vilja Spánverjarnir, þeir vilja vita allt saman. Ég get alveg lofað ykkur því. Þeir sem eru búsettir erlendis, þeir eru skattskyldir sem sagt af lífeyristekjunum sínum á Íslandi og það bara samkvæmt öðrum tölulið 3. greinar. Og þessar tekjur eru skattlagðar samkvæmt öðrum tölulið 70. greinar sömu laga og þarna gilda samt bara sömu reglur. Þú veist, það breytist í rauninni ekkert hvort þið búið á Íslandi eða erlendis. Þú veist, það áfram sömu skattþrepin, áfram persónuafsláttur og svoleiðis. Þannig að þú veist, það rauninni, það breytist ekkert þar. Svo kannski málmálana, það tvísköttunarsamningarnir. Við erum búin að gera 48 samninga og erum með nokkra í vinnslu og það þarf að hafa í huga að samningarnir eru eins misjafnir og þeir eru margir. Og þarna eru rauninni bara tvíhliða samningar milli Íslands og einhvers annars ríkis og það eru bara mismunandi áherslur bæði hjá, þú veist, Íslandi alltaf með sambærilegar áherslur en hitt ríki sem við erum að semja við, þú veist, þetta eru bara samningaviðræður. Þannig að þú veist, við fáum og við gefum. Þannig að, og svo kannski líka hafa í huga að maður velur aldrei, við fáum rosalega mikið af símtölum þar sem spurt, má ég velja hvort ég borga skattinn á Íslandi eða í Danmörku? Nei, þú mátt ekki velja. Það aldrei val. Ríkin eru alltaf búin að semja sín á milli hver á fyrsta skattlagningarrétt og ríki nýta það alltaf. Þú veist, ég veit aldrei ríki sem má skattleggja sem nýtir það ekki að því gefnu að landslög heimili það. Það náttúrulega forsenda fyrir því að það sé hægt að skattleggja eitthvað. Og í mörgum tilfellum þá samt þetta sækjum undanþágu. Og þá skiptir máli hver greiðandinn er. Og þetta getur verið mismunandi eftir því hvort að Tryggingastofnun að greiða almennir lífeyrissjóðir eða séreignarsparnaður eða þú sért með lífeyrisréttindi frá hinu opinbera sem eru þá LSR og Brú. Það þarf að sækja undanþágu og þetta sem sagt eyðublaðið heimasíðunni okkar, RSK 549 og það bara á forsíðunni undir eyðublöð. Það mjög mikilvægt að skattskyldu-vottorð sé sent með umsókn, búsetuvottorð, lífsvottorð, erlent skattframtal, þið fá það í hausinn af því að það bara ekki fullnægjandi og þá förum við fram á það að fá frumrit af skattskyldu-vottorðunum nema það sé þetta staðfest að það rafrænt og það eru til dæmis Spánn og Portúgal eru með rosalega flott kerfi þar sem að við fáum bara PDF-skjali sent í tölvupósti og við getum staðrænt það í gegnum bara heimasíðuna hjá þeim. Og við mælum með að okkur sé send umsókn þegar öll gögn liggja fyrir. Við erum ekkert rosalega hrifin af því að liggja með stóran bunka af umsóknum og svo tekur kannski, þú veist, það tekur tíma að fá vottorð í útlöndum. Þú veist, ekki fara á stað 20. desember og ætla að fá umsóknina samþykkta fyrir 1. janúar. Þú veist, það er vonlaust. Oftast tekur kannski 3 til 12 vikur að fá vottorð erlendis. Bara svona gott að vita af því. Nú hverjir geta sótt eins og ég myndist áðan, þá eru tvísköttunarsamningarnir eins mismunandi og þeir eru margir. Ef samningur kveður á að heimilisfestisríkið megi bara skattleggja tilteknar tekjur, þá hægt að sækja undanþágu. Og í þessari töflu þá eru 10 algengustu samningarnir sem reynir á og þetta byggist bara á skattframtölum. Þetta eru 10 algengustu og þá eru Norðurlöndin eru í einum bunka því að það bara einn samningur fyrir öll Norðurlöndin. Og það hægt að algengustu, það hægt að sækja ef þú ert að fá lífeyrisréttindi frá almennum lífeyrissjóði, þá eins og almenni, VR, greiðslustofu lífeyrissjóða sem sambland af til sjáum að borga út fyrir marga, að þá í langflestum tilfellum hægt að sækja undanþágu frá því að borga skatt á Íslandi. Það Norðurlöndin og Bretland sem ekki og það sem við eigum þá, það sem upprunaríkið á fyrsta rétt. Og
En síðan sko að því að eins og með Bretland að þar mega bæði ríki skattleggja, þannig Ísland má fyrst skattleggja og svo má Bretland, þannig að ef að Ísland skattleggur, hér fáið þið bara reiknaðan eðlilegan skatt, fáið persónuafslátt á móti, að þá má svo Bretland þá skattleggja mismuninn ef að skatturinn í Bretland hærri heldur en greiddi skatturinn á Íslandi. En þú veist, þetta svona ekkert sem það kannski mikið að pæla í svona þessu stigi. Já, þetta sem sagt þetta eru sem sagt í rauninni 10 algengustu samningarnir sem að reynir á í framkvæmd. Það eru flestir lífeyrisþegar sem búa, sem sagt íslenskir lífeyrisþegar sem fá greiðslur frá Íslandi og búa erlendis, þá eru þetta sem sagt í rauninni algengustu samningarnir sem reynir á. Og síðan þá sem sagt, ef þú ert að fá greitt frá almennusjóði, þá á heimilisfestisríkið skattlagningarréttinn ef þú býrð í Bandaríkjunum og Frakklandi og Hollandi, á meðan upprunaríkið sem þá Ísland á þá skattlagningarréttinn til dæmis ef þú flytur til Norðurlandana og svo mega bæði ríki skattleggja í Bretlandi. Og svo þetta rauninni sko opinberu sjóð, svo ég að koma að opinbera og Tryggingastofnun. Kannski gott að taka fram að þeir sem búsettir í Norðurlöndunum, þeir geta aldrei sótt undanþágu frá skattlagningu á Íslandi. Íslenska, sem sagt, það bara upprunaríkið á skattlagningarréttinn þar af öllum lífeyristekjum, saman hvaðan þær koma. Í fæstum tilvikum hægt að sækja undanþágu ef þú ert að fá frá opinberu sjóðunum. Einu samningarnir sem eru með fulla undanþágu, það samningurinn við Þýskaland og samningurinn við Ungverjaland. Og síðan reyndar sérregla í samningunum, þannig að ef þú ert ríkisborgari hins ríkisins, að þá getur þú sótt undanþágu. Þannig að bara taka sem dæmi að Frakki, sem skattskyldur og búsettur í Frakklandi, að fá greiðslur frá LSR, hann getur sótt undanþágu af því að hann ríkisborgari í Frakklandi, á meðan Íslendingur í sömu stöðu getur það ekki. Ekki spyrja mig af hverju, þú veist. Undanþágan, hún gildir í 1 tekjuár í senn og það mjög gott að vera svona huga að þessu í lok nóvember, byrjun desember að fara af stað að sækjum. Sérstaklega ef þið búið í ríkjum eins og Spánn mjög snöggur að afgreiða skattskylduvotttorðin á meðan Bandaríkin eru 12 vikur. Þannig að þú veist, það bara svolítið svona hafa því í huga hvar þú býrð, það bara mikilvægt að þekkja sitt kerfi. Og þegar við gefum út undanþágu fyrir 1 tekjuár, að þá lífeyrissjóðurinn tilkynningu frá okkur samþykktu undanþágu. Og þess vegna mjög mikilvægt á eyðublaðinu komið fram hver greiðandi teknanna, þannig að við getum upplýst ykkar lífeyrissjóð það að hann þurfi ekki að halda eftir skatti. Þannig að rauninni lífeyrissjóðurinn tilkynningu frá okkur það að Jón Jónsson, búsettur á Spáni, undanþeginn því að borga skatt á Íslandi. Og þeir þurfi ekki að greiði ykkur þá bara brúttó út. Og það eins sko ef það sótt undanþágu og þeir kannski bara að fá frá almenna lífeyrissjóðnum sem dæmi. En svo kannski komist þið bara að því síðar að þið eigið kannski einhver smá réttindi einhvers staðar annars staðar líka, að þá þarf að senda okkur nýja umsókn til þess að bæta inn lífeyrissjóðum. Það ekki hægt að taka, þú veist, við getum ekki tekið bréfi sem við sendum á almenna og senda á verslunarmenn eða eitthvað, þú veist. Lífeyrissjóðirnir, þeir tilkynna okkur samt allar greiðslur sem fara til ykkar. Þannig að við vitum alveg hvað við vitum tekjurnar, þó að það hafi ekki verið haldið eftir neinni staðgreiðslu. Og það þarf líka að hafa í huga að undanþágan, hún fellur úr gildi sama dag og ef þið flytjið aftur til landsins. Þannig að það mjög mikilvægt að ef þið flytjið til landsins og það undanþága í gildi, að þið tilkynni bæði til okkar og til lífeyrissjóðsins það að þið séu flutt til landsins. Af því að þú veist, annars bara heldur lífeyrissjóðurinn áfram að ekki halda eftir skatti og við kannski áttum okkur ekki alveg strax á því að þið eru flutt og það jafnvel búið að halda ekki eftir skatti í 2 mánuði sem endar náttúrulega bara með því að þið þurfið þá að endurgreiða það með álagi eftir að skattframtalinu skilað árið á eftir. Þannig að það svona, þú veist, það eru nokkrir sem hafa flaskað á þessu.
Ef það liðið á tekjuárið þegar undanþága samþykkt, eins og það gerist bara mjög oft, og fólk sendir inn og svo bara fær það ekki í gögnin sem það vantar, þannig að það kannski, við erum að samþykkja mikið á undanþágum núna, til dæmis, nú í febrúar, í byrjun mars, vegna þeirra sem ætluðu að fá undanþágu í rauninni frá 1. janúar, að ef þið hafi verið búsett úti allt árið, þá mun hún gilda frá 1. janúar. Hins vegar, að því gefna þið hafi verið búsett úti. En ef þið flytjið út, að ég segjum bara 1. apríl, þá undanþága samþykkt frá með því tímamarki. Og það er, ef þið flytjið út 10. apríl, þá er það bara gildur hún frá með 10. apríl. Ef það hefur ekki verið sótt undanþágu fyrirfram og staðgreiðslu þar af leiðandi verið haldið eftir, að þá er hægt að sækja leiðréttingu á því í skattframtalinu árið á eftir. Þannig að ef þið voru búsett úti 24, að þá er hægt að koma með skattskyldu-vottorð með að skila núna með framtalinu og þá er það bara endurgreitt á 1. júní. Og í þeim tilvikum þar sem undanþága er samþykkt á miðju ári en gildir allt árið, þá er, ef við samþykkjum undanþágu, sem til dæmis núna, við erum að samþykkja undanþágu í dag, sem gildir aftur til 1. janúar, að þið fáið janúar og febrúar þar sem búið að halda eftir ekki fyrir á næsta ári, 1. júní á næsta ári. Þannig að við endurgreiðum enga staðgreiðslu nema í gegnum álagningu. Og ef þið lendið í einhverju vesinni, að þá er þetta að það er hægt að sækja leiðréttingu 6 tekjuár aftur í tímann. Og þetta er kannski helst svona beint til þeirra sem fara út í skammtímadvöl en svo liðu allt í einu 3 ár. Skattyfirvöld úti vakna og átta sig, heyrðu, byrju á þess ekki borga skatt hjá okkur, að þá fyrir á stað bara heilmikið ferli og þá er hægt að fá skattin endurgreiddan hjá okkur. Getur verið smá ves, en ég mæli ekki með að gott að vita bara hvað maður ætlar að gera áður en maður leggur af stað. Þannig að, eins og ég segi, áður að haldið af stað, kynnið ykkur reglurnar í gildi í því ríki sem þið ætlið að flytja til. Það er ekkert eins slæmt eins og að vera bara og vita ekki hvað er í gangi. Ég get ekki svara til það hvað gildir á Spáni í Danmörku. Það er bara, við getum ekki verið sérfræðingar í, þó svo ég hafi fengið einhvern tíma símtal það, við varum glötuð alþjóðadeild að við gátum ekki svara fyrir landslög alls heimsins, að þá bara, það er náttúrulega bara ekki hægt. Það eru sérfræðingar í sínu fagi í hverju landi fyrir sig og við eigum að leita þangað til að fá sem réttastar upplýsingar. Við vitum kannski eitthvað, en við vitum kannski ekki, er búið að breyta. Við getum ekki, það er ekki hægt að fylgjast með öllum breytingum sem gerast í öllum þeim ríkjum sem að Íslendingum dettur í huga að búa í. Og vita líka hvenær verður skattskyldur. Það er mismunandi. Hér og svona í flestum ríkjunum í kringum okkur, þá miðast þetta bara við brottflutningsdag. Þú flytur 10. apríl, þá ertu bara skattskyldur frá með 10. apríl í hinu ríkinu. En svo eru bara lönd líka sem eru bara með heilt ár, bara annaðhvort ertu skattskyldur allt árið eða ekki, og það er til dæmis bara Spánn. Þannig að það þarf alveg að huga að þessu, hvernig reglurnar eru, og reglurnar tala ekkert alltaf saman á milli landa. Og sums staðar þarf að skrá sig sérstaklega inn í landið og svo sérstaklega inn í skattkerfið. Og svo þarf að skrá sig út úr skattkerfinu líka. Þeir sem hafa búið í Noregi hafa margir komist að því að það getur verið vesen að komast út úr skattkerfinu og Noregi og þetta er löngu fluttur. Og svo líka bara vita hvert þú átt að sækja gögnin sem þig vantar. Þú ferð ekki á bæjarskrifstofuna til að sækja skattskyldu-vottorð, þar farið búsetuvottorð. Þannig að þú þarft að vera með kontakt við skattyfirvöld til þess að sækja þau gögn sem við viljum fá. Og það skiptir ekki máli, við höfum fengið svo mikið alls konar gögnum frá sumum og þau skilja bara ekkert í því af hverju, en þá bara fyrir fólk ekki að réttan stað. Þú þarft að þekkja þitt umhverfi, þar sem þú býrð. En annars held ég bara að svo er ykkur bara alltaf velkomið að hafa samband. Við sitjum við símann, skattframtalið opnar á morgun, bara koma því að svona í leiðinni. Og þannig að, já, það fyrir mig.
Takk hérlega fyrir Elín Margrét. Ég held að hún hefði sagt að vera að segja frá því að það hefði verið hringt í skattinn hérna á Íslandi og kvartaði því hvernig í ósköpunum stæði á því að skattayfirvöld í Noregi svöruðu ekki símanum. Það ýmislegt sem þau lenda í þessari þjónustu og ef þið haldið að íslenskt skrifræði sé vesen þá Guð hjálpi ykkur, ef þið kynnist spænsku lýðræði spænsku skrifræði þá opnast fyrir ykkur alveg ný vídd af veseni. En jæja, þá það komið að erindi sem ber yfirskriftina TR og ellilífeyrir í útlöndum. Anna Elísabet Sæmundsdóttir, sviðsstjóri ellilífeyris hjá TR, hún ætlar að fjalla það hversu mikilvægt það að leita til TR fyrirfram til þess að spara sér vandræði. Gjörðu svo vel, Anna Elísabet. Takk fyrir Halldór og gaman að sjá hvað eru margir að kynna sér þetta efni og takk fyrir að skipuleggja þennan dag. Þetta mjög þarft. Já, ég heit sem sagt Anna Elísabet og kem frá Tryggingastofnun og ætla að fara yfir ellilífeyrir erlendis. En fyrst aðeins að hlutverki og starfsemi Tryggingastofnunar. Tryggingastofnun greiðir lífeyrir og ýmsar aðrar greiðslur samkvæmt lögum almannatryggingar og félagslega aðstoð. Helstu greiðsluflokkar eru elli, örorku- og endurhæfingarlífeyrir og að jafnaði fá 75.000 einstaklingar greitt mánaðarlega frá TR. Það eru 60% þeirra eru konur og 40% karlar. En hjá TR starfa 100 einstaklingar, umboð á landsbyggðinni eru hjá sýslumönnum. En þá að efni dagsins. Ég ætla sem sagt að fara yfir hvaða reglur gilda vegna greiðsla frá TR vegna flutnings til útlanda og gefa innsýn í áhrif þess hjá TR að flytja til útlanda og búa erlendis. En þá það í rauninni fyrsta stóra spurningin, hvar áttu heima? Og heimili það sem einstaklingur hefur fasta búsetu, þar sem viðkomandi hefur bækistöð sína og dvelst að jafnaði. Og þetta eru í lögum lögheimili og aðsetur. Dvöl sem styttri en 6 mánuði þarf ekki að tilkynna sérstaklega og það í rauninni engin breyting gagnvart Tryggingastofnun eða greiðslur þaðan og þarf ekki að tilkynna eða sérstöku upplýsingagjöf ef að fólk ætlar að vera í tímabundinni dvöl erlendis. Þannig sem sagt innan við 6 mánuðir. En það hins vegar einstaklingar sem að hyggja að dvelja erlendis lengur en 6 mánuði þurfa að skrá sig til heimilis í því landi. Og það felur í sig breytingu á lögheimili. Það þarf að byrja að því að sækja leyfi í því landi sem einstaklingur ætlar að flytja til og þegar það síðan komið að þá þarf að breyta hjá þjóðskrá. Þannig að það í rauninni þessi aðgerð að skrá sig inn í landið sem að maður ætlar að flytja í og síðan að hafa samband við þjóðskrá og breyta þar. Við fáum síðan tilkynningu frá þjóðskrá þegar fólk flutt. TR greiðir lífeyri til þeirra landa sem að Ísland hefur gert milliríkjasamning við. Og hvað þýðir það? Jú, við erum með nokkra samninga á sviði almannatrygginga sem að gera það að verkum að hægt að greiða lífeyri frá Tryggingastofnun til annarra landa. Og það náttúrulega stærsti samningurinn EES-samningurinn sem við þekkjum, en það einnig Norðurlandasamningur. Við erum með samning við Bandaríkin, Kanada og Bretland. Þannig að TR greiðir lífeyrir til einstaklinga sem eru búsettir í Evrópu og á Norðurlöndunum, Bandaríkjunum, Kanada og Bretlandi. En það ekki greitt til annarra ríkja og þetta öðruvísi en almenni lífeyrissjóðurinn eða þessi lífslangi lífeyrissjóðurinn, þannig við greiðum bara til landa það sem eru samningar. En það þó spurningin það þegar við komum ætlar að flytja til útlanda að þá mjög gott að vera búin að sækja ellilífeyri hjá TR fyrir flutning af því að það einfaldar umsóknarferlið allt mjög mikið. Það til að mynda ekki hægt að sækja rafrænt ellilífeyri ef lögheimili erlendis. Því að ef einstaklingar hafa búið lengur en 1 ár erlendis að þá þarf umsókn að fara í gegnum stofnun í búsetulandi. Þar af leiðandi það miklu einfaldara ef hægt að ganga frá þessu áður en að fluttir út. Og umsókn á milli landa getur tekið alltaf 6 mánuði og það í rauninni ýmis vottor sem að þurfa að fylgja með.
Og þetta í rauninni í samræmi við framkvæmda reglugerð Evrópusambandsins sem að þessi regla við höfð. En við miðum svona við 1 ár. Ef að það innan við 1 ár síðan þú fluttir, að þá tökum við á móti umsókninni. Það líka gott betra bara að upplýsa TR áður en það flutt hvert verið að fara. Þannig að þegar tilkynningin frá Þjóðskrá kemur, að þá það komið sem sagt, til okkar og við vitum stöðuna. Það líka þannig að yfirvöld í búsetu landi, þar sem þú ert að flytja til, þau óska eftir staðfestingu á framfærslu. Þau vilja fá að vita hvernig þú ætlar að framfæra þig í því landi. Og við gefum út staðfestingu á ensku á mánaðarlegu greiðslum ef þær að ræða. Þannig að fólk getur þá framvísað því þegar það flytur. Við sem sagt greiðum úr landi lífeyrir sem eru þá greiðslur sem eru samkvæmt lögum almannatryggingar. Það eru ellilífeyrir, það eru örorkulífeyrir og það barnalífeyrir. Þetta eru greiðslur sem við greiðum til landa, samningsríkja. Það hins vegar greiðslur sem eru ekki greiddar úr landi og eru einungis greiddar þeim sem eru með lögheimili á Íslandi, en það eru greiðslur sem falla undir félagslega aðstoð. Það heimilisuppbót, ýmsar uppbætur vegna bifreiðamála og maka- og umönnunargreiðslur. Þannig að þetta eru greiðslur sem eru eingöngu greiddar þeim sem eru með lögheimili hér á landi. En varðandi greiðslurnar sjálfar, eins og hún kom að hún frá skattinum, að þá ef einstaklingur skattskyldur hér á landi, þá heimilt að nýta persónuafsláttinn. En ef það skattskylda í öðru landi, að þá þarf að skila staðfestingu frá skattinum, sem var verið að fjalla áðan, undanþágu frá staðgreiðslu á Íslandi. Og þá ekki tekið neitt skattur af greiðslum frá Tryggingastofnun. Varðandi bankareikninga, þeir sem hafa verið búsettir mestmegnis hér á landi og flytja síðan út á efri árum, að þá eru langflestir sem halda sínum íslenska bankareikningi og eru bara að nýta það heimabankan og kortin og þetta, en hins vegar greiðir TR inn á erlenda bankareikninga. Til þess að fá greitt inn á erlenda bankareikninga þá þarf að vera með lögheimili erlendis, en hver millifærsla kostar og dregið af greiðslu og þetta rauninni bara svona almennt bankaumsýslugjald. Já, ég vil nota tækifærið og koma að einum valmöguleika sem í boði fyrir lífeyrisþega, að það að fá greitt einu sinni á ári í stað þess að fá mánaðarlega greiðslur, að þá færðu bara greitt einu sinni á ári eftir að árlegt uppgjör á lífeyrisgreiðslum hefur átt sér stað. Þá þarf ekki að vera að skila inn tekjuáætlun eða að fá endurkröfu á lífeyri eftir að endurreikningur hefur átt sér stað. Þetta getur hentað þeim sem ekki að fá aðal framfærslu sína frá TR og einstaklingar sem eru með lífeyrissjóðsgreiðslur eða fjármagnstekjur í kringum 700.000. Þetta valmöguleiki sem getur hentað þeim. Við þurfum að fá lífsvottorð eða staðfestingu á lífi einu sinni á ári og köllum eftir því. Við sendum bréf og sendum eyðublað einnig með sem á ýmsum tungumálum sem að fólk getur nýtt til þess að fara með og fengið útfyllt. Það líka hægt að skila okkur bara lífsvottorðurum frá búsetulandinu, eyðublaðið þar. En við líka bara bjóðum upp á að fólk komi til okkar bara í Hlíðasmára þegar það statt á landinu og staðfesti lífi og þá bara skráum við það og þá það bara komið. Þannig að það mjög einfalt. Við sem sagt það í lögum hjá okkur að við þurfum að endurreikna lífeyrisgreiðslur þegar skattframtal liggur fyrir og þeir sem eru búsettir erlendir, þeir eru gerðir og framkvæmd uppgjört á grunni íslensks skattframtals. En það hins vegar þeir sem að telja ekki fram á Íslandi að þá óskað eftir erlendu framtali. Og það líka einstaklingar sem eru minna en 40 ára búsettu á Íslandi, þeir þurfa einnig að skila inn erlendu skattframtalið frá búsetulandi. Og það þá einstaklingar að fá hluta af lífeyri sínum frá öðru ríki. En þessi framkvæmd tryggir að allir fái réttan lífeyri í samræmi við rauntekjur. En að lokum, það bara fullt af spurningum sem að líklegast vakna við þennan fyrirlestur og það bara ekkert mál að hafa samband við okkur. Þið getur sendt okkur fyrirspurnir í gegnum mína síður. Það hægt að panta viðtal við sérfræðing hjá okkur í gegnum núna og koma til okkar til þess að ræða þessi mál. Það má líka bara koma við hjá okkur í þjónustumiðstöðina eða
hringja í okkur og við bara veitum bara allar upplýsingar varðandi þetta mál. En takk hérlega fyrir. Já, takk hérlega fyrir Anna Elísabet. Það er mikið upplýsingur sem að koma fram og við munum setja glærurnar á heimasíðuna, þannig að ef þið viljið spara ykkur það að taka myndir, fylla símann einhverjum myndum af glærum, þá ætti það að vera allt í lagi. Glærurnar verða á heimasíðunni. En sjúkratrygging í dvöl erlendis er yfirskrift erindis Berglindar Ýrar Karlsdóttur sem er sviðsstjóri trygginga hjá Sjúkratryggingum. Hún ætlar að fjalla hvað sjúkratrygging er og hvaða reglur gilda búsetu erlendis. Gjör svo vel, Berglind. Komið sæl. Takk fyrir boðið, forsvarsfólk hjá Almenna. Virkilega gaman að fá að vera hérna og tala þetta mikilvæga málefni. Við hjá Sjúkratryggingum, við höldum utan þessi mikilvægu réttindi sem að sjúkratrygging er. Og þetta svona það sem ég ætla að fara yfir með ykkur, örstutt, bara hvað er það sem felst í sjúkratryggingu og eins hvaða fólk er það sem er sjúkratryggt á Íslandi. Það er svona inngangurinn til að setja þetta í samhengi. Síðan fer ég yfir í þetta erindi dagsins sem snýst flutning erlendis og hvernig sjúkratryggingar virka þegar að komið er út fyrir landsteinana. Og það er í rauninni sjúkratrygging. Hvað felst í henni? Það er lögboðinn réttur einstaklinga til að fá greiðsluþátttöku í heilbrigðisþjónustu. Heilbrigðisþjónusta er ýmislegt en kannski ekki síst læknisþjónusta sem getur verið veitt á ýmsum stöðum, lyfseðilsskyld lyf sem eru með greiðsluþátttöku, sjúkraþjálfun og fleira. Og þetta eru svona afskaplega mikilsverð réttindi vegna þess að ef þessi trygging er ekki fyrir hendi þá getur kostnaður einstaklinga við heilbrigðisþjónustu orðið gífurlega hár. Og auðvitað talað það oft í löndum til dæmis eins og Bandaríkjunum þar sem að sjúkratrygging er eitthvað sem er kannski ekki jafn sjálfsagt og við upplifum hér á Íslandi að þetta getur verið bara takmarkandi gæði að hafa. Tíminn er svona naumur, vindum okkur stutt í þetta, hver eru sjúkratryggð á Íslandi og það er svolítið sérstök regla sem gildir hér og hún er svo að það er lögheimilis skráning á landinu sem er svona aðal ábendingin það hvort að maður er sjúkratryggður eða ekki. Það er dálítið algengt að fólk telji að ríkisborgararéttur feli í sér sjúkratryggingu, það er ekki þannig og það byggir heldur ekki á því sem er mjög algengt í Evrópu að vinna í landinu veiti sjúkratryggingu. Það er fyrst og fremst lögheimilisskráning. Þau sem fæðast á Íslandi og eiga sjúkratryggða foreldra verða sjálfkrafa sjúkratryggð en þau sem flytja til landsins þurfa eftir almennri reglu að bíða í 6 mánuði eftir að lögheimili hefur verið skráð eftir því að fá sjúkratryggingu á Íslandi. Svo eru ýmsar undanþágur frá þessu og þar kannski kemur EES-samningurinn hvað sterkastur inn og fylgisamningar sem sagt tvíhliða við líka Sviss og núna Bretland eftir Brexit. Að ef maður er að flytja frá landi sem er annarkvort land Evrópusambandsins, Noregur, Liechtenstein, Sviss eða Bretland, að þá er hægt að komast hjá því að vera á þessum biðtíma með því að sýna fram á tryggingu í landinu sem maður er að koma frá. Og þetta er vegna þess að, eins og Anna Elísabet nefndi áðan, að þá eru ákveðnar reglur almannatryggingar sem að gilda innan þessa svæðis og þeim er ætlað að auðvelda fólki að fara á milli landa á þessu svæði. Þeim er sérstaklega ætlað að reyna að koma í veg fyrir að fólk lendi í götum og hólum, sé án sjúkratrygginga og lendi í vandræðum. Síðan eru sérstakar reglur sjúkratryggingu fyrir þau sem eru að taka lífeyri og þar með talið eftir starfslok og eru að flytja á milli landa innan EES. Þannig að það er svona það sem ég ætlaði að fara yfir fyrst, að því að útlitið er dálítið mikið ólíkt fyrir sjúkratryggingu eftir því hvort að verið er að flytja innan EES-svæðisins, þar með talið Sviss og Bretland, þó að það sé ekki EES-lönd, eða út fyrir þetta svæði eins og til Kanada, Bandaríkjanna og svo framvegis.
Anna Elísabet nefndi þessa reglu lögheimilisskráningu og það sem sagt samkvæmt bara lögum lögheimili að þá á að hafa lögheimili eða flytja lögheimili frá Íslandi ef ætlunin að dvelja erlendis lengur en í 6 mánuði. Það eru ákveðnar undanþágur fyrir sem sagt frá þessu og þá þarf að skoða sjúkratrygginguna sérstaklega en þetta svona það sem að gildir almennt og gildir langt flesta. Þannig í rauninni ef að verið að flytja innan EES-svæðisins, einstaklingur sem sjúkratryggður í Íslandi flytur til annars lands innan EES-svæðisins að þá er það sem hann á að gera, ef hann ætlar að vera lengur en í 6 mánuði, er að flytja lögheimili sitt til þess lands. Síðan hefur það samband við sjúkratryggingar, óskar eftir Evrópuvottorði sem kallast S1 og það er í rauninni staðfesting á því að tryggingaréttindi séu fyrir hendi á Íslandi. Þessu vottorði er síðan framvísað í landinu sem er verið að flytja til og þarf að taka tillit til þess að það getur tekið einhver tíma að vinna úr því. Sjúkratryggingayfirvöld í landinu sem er flutt til taka við vottorðinu og eiga skrá viðkomandi inn í kerfið sitt eins og hann væri heimamaður þar. Þá maður er að ganga inn í öll réttindi sem sjúkratryggðir einstaklingar í þessu landi eiga rétt á. Það er samt sem áður þannig að grunnsjúkratryggingin manns, hún helst á Íslandi og þess vegna ef maður er að koma til dæmis heim í frí að þá er hægt að láta vita hjá sjúkratryggingum, hafa smá fyrirvara á því endilega og fá þá sjúkratryggingu tímabundið á Íslandi á meðan maður er að dvelja heima. Eins þá ef maður ákveður svo að flytja heim að þá með sama hætti kemst maður hjá því að lenda á biðtíma og getur þá bara gengið inn í kerfið á Íslandi aftur. Hins vegar, ef maður ætlar að flytja út fyrir EES-svæðið, að þá er kerfið dálítið mikið öðruvísi og má kannski segja að maður sé dálítið meira á eigin vegum ef svo má segja. Það gildir þessi sama regla ef maður er að fara lengur en 6 mánuði, þá á maður að flytja lögheimili, en það eru ekki þessi sömu réttindi og gildir innan EES að það sé hægt að flytja sjúkratrygginguna sína með sér og ganga inn í tryggingakerfi heimalandsins. Það er spurning, ef við ekki að geyma það þar til í lokin. Já. Og þá í rauninni það sem gerist er að þegar maður flytur lögheimili frá Íslandi, að þá er maður ekki lengur sjúkratryggður á Íslandi ef maður er að flytja út fyrir EES-svæðið og þá er gífurlega mikilvægt að bara gæta að fullnægjandi tryggingum í þessu nýja búsetulandi. Og þá er eins, ef maður er að flytja aftur heim, þá má búast við því að lenda á þessum 6 mánaða biðtíma. Eftir að komast inn í íslenska kerfið, þá má maður búast við að þurfa að gæta að til dæmis kaupa sér tímabundna sjúkratryggingu hjá tryggingafélagi eða leysa úr því með öðrum hætti. Þessi biðtími að komast inn í sjúkratrygginguna, það er vissulega hægt að fá undanþágu frá honum og það er svona einna helst ef það eru mjög alvarleg veikindi hjá einhverjum sem hefur kannski búið svona mest alla sína ævi á Íslandi og þá er hægt að koma viðkomandi svona hraðar inn í kerfið en það er samt sem áður undanþága. Þá er ég svona búin að fara yfir þessi flutningsmál. Ef maður ætlar að flytja, maður ætlar að fara og dvelja lengur en í 6 mánuði. Það er hins vegar mikilvægt og kannski mjög mörg sem er að huga töku eftirlauna að íhuga þetta hér sem er núna upp á skjá, sem er að ætla kannski að dvelja aðeins lengur en hefðbundið ferðalag, en ætla samt sem áður ekki að vera lengur en í hálft ár. Eru kannski með aðgang á húsnæði, margir kannski á Spáni í Portúgal, ætla að vera í 2 mánuði hér og þar. Þá heldur maður, eins og búið að minnast á hérna áður, og þá heldur maður lögheimili á Íslandi og sjúkratryggingu hér. Og þá er það, ef maður er staddur innan EES-svæðisins, að þá er hérna bláa EES sjúkratryggingakortið sem að mörg kannast við, þá er það í rauninni lykillinn að því að komast inn í opinbera heilbrigðisþjónustu á sömu kjörum og íbúar dvalarlandsins. Stundum fáum við hjá sjúkratryggingum símtöl og pósta frá fólki sem hefur mjög miklar áhyggjur af því að vera að fara erlendis og vera ekki búin að fá físíska kortið sitt sem sagt í hendur. Það er ekki ástæða til að hafa mjög miklar áhyggjur af því vegna þess að það er hægt með mjög þægilegum hætti að
fá svona bráðabirgðavottorð, svokallað eða rafrænt vottorð sem kemur í staðinn fyrir þetta bláa kort og það er hægt að sækja það í rauninni gegnum Ísland.is og fá það eiginlega samstundis í símann ef maður er með rafræn skilríki. Það getur líka komið fyrir að því að þetta eru ofsalega margir þjónustuaðilar í yfir 30 löndum sem eru inn í þessu systemi að það getur algjörlega komið fyrir að einhver bara tekur ekki við kortinu og þá er hægt að greiða og fá og sækja endurgreiðslu síðar. Við bendum líka á einkatryggingar og ferðatryggingar og að kynna sér skilmála þeirra, þeir eru fyrir hendi. Þeir eru innifaldar í mjög mörgum kreditkortum. Gilda oft í 90 daga, dálítið misjafnt ímyndi ég mér eftir bara skilmálum. Þær geta oft verið þægilegar að sjálfsögðu og svona veitt góð réttindi og það er kannski ekki hvað síst þessi punktur hérna neðst. Ef að kemur að ósk að láta flytja sig heim vegna einhverja veikinda, að það er mjög mikilvægt að vita að það er aldrei hluti af sjúkratryggingum, ekki þessum opinberu sjúkratryggingum og eftir því sem ég best veit er það hvergi í heiminum þannig að ríki sæki fólk sem er veikt í öðrum löndum. En hins vegar getur þetta í sumum skilmálum allavega ferðatryggingar sem fólk kaupir sjálft, þetta getur stundum verið inn í þeim. Ef maður er í svona tímabundinni dvöl utan EES, að þá erum við aftur komin í svolítið svona óþægilegri stöðu hvað það varðar að maður getur ekki gengið inn í eða getur ekki búist við að ganga inn í sjúkratryggingakerfi dvalarlandsins. Sjúkratryggingar hafa heimild til þess að taka þátt í sjúkrakostnaði ef hann fellur til, en það er yfirleitt og greitt eftir á. Og þess vegna bendum við á það að það er alveg sérstaklega mikilvægt ef maður er komin út fyrir EES-svæðið, út fyrir Evrópu, að huga að einkatryggingum. Þannig að nú erum við komin að lokum hjá mér bara nokkru punktar frá mér hvað mér finnst að fólk eigi að gæta áður en það hyggur á lengri dvöl erlendis. Það er kannski fyrst og fremst þetta sem er líka búið að ræða hérna í allavega 2 svar áður, að huga að tímalengd dvalar. Er maður að flytja eða er maður að skreppa? Er skylt að flytja lögheimili? Og eins gott að skoða skilmáluna sína. Er ég með einhverjar ferðatryggingar sem að kannski fylgja kreditkorti og hvaða skilmálar eru, hvað má ferðatíminn vera langur til þess að þær gildi. Skiptir miklu máli að huga því hvort að maður er að fara til land sem er innan EES-svæðisins, þar sem hægt er að nota sjúkratryggingakortið eða fá vottorð til þess að ganga inn í kerfið þar ef maður er að flytja varanlega, því að það er mjög mikill munur á umhverfinu. Og svo kannski eins og hún Þórhildur Stefánsdóttir nefndi hérna alveg í blábyrjun, bara undirbúningur og huga að aðgangi líka í heilbrigðisþjónustu erlendis. Hvert hef ég hugsað mér að leita ef eitthvað kemur upp á, hvert er best að leita og hvaða skref þarf ég að taka til þess að ég geti fengið aðgang að þeirri þjónustu. Þannig að undirbúningur. Og þá er ég búin. Kærar þakkir. Kærar þakkir fyrir þetta, Berglind. Nú ætlum við að stíga á pall. Berglind, þú getur bara komið aftur upp á og þið hina sem tókuð þátt í þessu og það er greinlega mikið að mörgu að hyggja og það er ein spurning sem kom úr sal. Ég er með míkrafónhlaupara sem að hvað var svo spurning? Komið þannig bara sá gefa mig merki sem ætlaði að spyrja spurningar, já. Þá farið míkrafón í hendur. Athugaðu hvort það heyrist í honum. Já, það heyrist í honum. Spurning strax. Gjörðu svo vel. Ég ætlaði nú að spyrja hana Berglindi því að hún var að tala að grunntrygging héldist á Íslandi en það væri hægt að virkja hana ef fólk kemur heim í frí. Hvað þarf til þess? Þarftu að hafa samband fyrirfram? Tekur það langan tíma? Hvernig er þetta? Heyrist í mér? Já. Já, takk fyrir spurninguna. Það þarf að sækja tímabundna tryggingu fyrir lífeyrisþega og það er í rauninni umsókn það inn á heimasíðu Sjúkratrygginga. Við mælum með því að hafa fyrirvara
afgreiðslutími getur verið pínlítið misjafn en að sjálfsögðu reynt að forgangsraða ef það er mjög stutt í ferðina. En auðvitað getur það síðan kannski komið fyrir að fólk þarf bara óvænt að fara heim og einhvað kemur upp á akkurat á meðan á því stendur og þá reynum við að leysa úr þeim málum eftir á. En þá vissulega getur fólk lent í því að koma upp í kerfum hjá læknum á Íslandi sem ósjúkratryggðir og þarf þá að leysa úr því eftir á. Getur jafnvel búist við að þurfa að greiða og fá endurgreitt. En aftur, við reynum bara að leysa þessi mál hvert um sig. Fyrir verður bestur ef hægt er. Fleiri spurningar? Spurning hérna, Gjörður? Já. Góðan daginn, takk fyrir góða fyrirlestra. Mér langar að spyrja varðandi sjúkratryggingar ef fólk fer á einkasjúkrahús. Það er ekki rétt hjá mér að þetta gildir einungis almenn sjúkrahús. Hvernig ferlið þá ef maður notar einkasjúkrahús? Þú ert að tala þá innan Evrópu, veit ég. Jú, það er rétt að ef að verður að sem sagt ef að evrópska sjúkratryggingakortið er notað, þá erum við að tala sem sagt styttri dvöl, ekki búið að flytja lögheimili. Ef að það er notað, þá gildir það hleypir manni inn í opinbera kerfið í því landi sem maður er að fara til og það er þá almennt ekki einmitt einkasjúkrahús. Það er hins vegar mögulegt að ef að fólk eru stuttri dvöl að einkatryggingar taki þátt í slíkum kostnaði og eins er ákveðin heimild til endurgreiðslu á grundvelli svokallaðrar landamæratilskipunar. Það er eitthvað sem við skoðum eftir á. En maður getur ekki búist við því að geta framvísað EES-kortinu sínu á einkasjúkrahúsi og gengið þar inn í gjaldfrjálsa eða gjaldlitla þjónustu. Svara það spurningunni. Já, góðan daginn og takk fyrir fróðlega erindi. Mér langar til að spyrja hvort það þarf að gera eitthvað í því ef að maður dvelur til dæmis 4 mánuði í Íslandi og svo restina af árinu í fleiri en einu landi þannig að maður nái hvergi 6 mánuðum. Þarf að gera einhverjar ráðstafanir þá og þetta á kannski við bæði skattinn, tryggingar og allar ykkar 3 þarna sem sitja til hægri. Hver ætlar að byrja? Já, það er rauninni spurningin hvar er bækistöð þín? Hvar er heimilið þitt? Er heimilið þitt á Íslandi og þar ertu með þína hagsmuni, þar ertu með þitt heimili, þar ertu með þína tómstundir eða þína atvinnu eða þitt líf í rauninni. Það er ef að það er málið að það er á Íslandi að þá myndi ég telja að það þyrfti ekki að gera neitt. En þetta er samt erfitt fyrir okkur að segja nákvæmlega í þessu að því að það er bara miðað við lengri en 6 mánuði erlendis í lögunum og en þetta snýr að því að hvar er bækistöðin, hvar er heimilið þitt. Svo sem geta ekki svara þessu á annan hátt. Já, þetta er kannski bara svipað með skattinn að við miðum mjög mikið við skráningu í þjóðskrá. Þannig að ef þú ert skráður með lögheimili hér þá teljum við þig skattskyldan hér allt árið og þú bara nýtir þeirra réttinda sem því fylgir og náttúrulega ber þar skyldur sem það ber líka. En ef þú flytur úr landi og þá ertu komið með þessa takmörkuðu skattskyldu. Þannig að það er í rauninni, þetta er kannski bara svona svipað matið, hvar áttu ennþá fasteignina þína hérna á Íslandi, ganga börnin í skóla og hvar eru svona persónulegir og fjárhagslegir hagsmunir hverju sinni. Þannig að ef það er hér þá er það mjög líklega að þú væri bara áfram skattskyldur hér á landi þó svo þú ferðist út hvippinn og hvappinn meir en helminginn á árinu. Takk fyrir. Ég er með aðra spurningu fyrir Berglindi varðandi réttin til að fá útgefin S1-vottorð.
Getur það verið misjandi eftir lífeyrissjóðum á hvaða aldri maður getur farið að draga á réttindin, í einhverjum tilvikum strax 60 meðan kannski maður getur ekki verið farin að draga á öll lífeyrisréttindi eða fá greitt út úr TR. Einhverjar takmarkanir á því hvenær maður getur fengið þetta S1 vottorð að þessu leyti? Hvenær maður orðinn lífeyrisþegi? Takk fyrir, þetta mjög góð spurning. Það einfalt þegar að fólk orðið merkt sem ellilífeyrisþegi í kerfum sjúkratryggingar sem í rauninni 67 ára aldur. Þannig að ef fólk hins vegar hefur töku ellilífeyris fyrr og sýnir okkur fram á að það sé komið framfærslu frá lífeyrissjóði, þá hægt að fá það útgjöf. Þannig að það ekki ákveðin aldur sem gildir, heldur það hvort þú sért farin að taka lífeyri. Já, akkurat, framfærslu af lífeyrisgreiðslu. Þetta ein spurning. Já, takk kærlega fyrir þennan fund, mjög fróðlegt. Maður bara fer eiginlega hugað því að flytja erlendis. Það spennandi að eiga við öll þessi yfirvöld. En það nú þannig að þegar við erum komin á eftirlaun og segjum að við flytjum út og við viljum hafa náðugt, en þá samt erum við kannski fullu fjöri og viljum vinna og nú svo auðvelt að vinna fjarvinnu og fyrir Ísland, fyrir íslensk fyrirtæki. Þannig að spurningin hvernig samspil þá á milli kannski mest skattaspurning, eru sömu skattar þá af launatekjum sem maður hefur á Íslandi, búsettur erlendis, eða eitthvað annað sem maður þarf að huga að? Já, takk fyrir spurninguna. Það eru aðra reglur sem gilda laun. Það eru sömu skattar og allt það. Ef við förum bara aftur í samkvæmt landslögum, þá þetta skattskyldar tekjur á Íslandi ef þú vinnur fyrir íslenskan launagreiðanda. En hins vegar koma þá tvísköttunarsamningarnir inn og þeir miða allir samningarnir sem við höfum gert það að tekjur vegna af launaðri vinnu eru skattskyldir þar sem að vinnan innt af hendi. Þannig að ef þú situr til dæmis bara við borðstofuborðið á Spáni að vinna fyrir íslenskt fyrirtæki, að þá ertu skattskyld af þeim tekjum á Spáni og getur þá farið í gegnum þetta undanþáguferli sem ég lýsti áðan. En þetta náttúrulega að því gefna að þá ertu líka búin að flytja lögheimilið þitt út og allt það, sko. Þannig að já, og þú greiðir þá skatt bara af þessum launum samkvæmt spænskum reglum. En ef þú kemur til Íslands 4 mánuði og situr við eldhúsborðið einhvers staðar, þessum átt heimili á Íslandi eða hjá börnunum þínum, hvað þá? Þessu skipt á milli eða fer það eftir lögheimilislandinu? Nei, þessu skipt á milli. Ef að vinnan innt af hendi á Íslandi, ef þú kemur til dæmis, þú býrð á Spáni, segjum 8 mánuði ári og svo kemur hérna í 4 mánuði, að þá ber þér að greiða skatt af þessum 4 mánuðum hér á landi. Tökum eina lokaspurningu og svo ég gerði mig grein fyrir það að við erum ekki að ná að svara öllum spurningum, það eru margar. En við erum samt að svindla á tíma, við erum komin fram yfir 10, en við ætlum að taka eina lokaspurningu hérna. Já, ég var bara með almenna spurningu að tala ellilífeyri frá 67 ára aldri. Að verða 67 ára þótti nú bara ágætt fyrir 100 árum síðan, en nú lifa allir lengur og í rauninni búið að flestir í fullu fjöru 67 ára og búið að fresta ellinni kannski áratug. Þetta hugtak ekki orðið úrelt að vera að tala elli 67 ára? Ég skal svara þessu. Ég var í vandræðum með að skrifa glærur og nota orðið ellilífeyris. Mér fannst það ekki, og lífeyrisþegi, þetta líka kannski ekki skemmtileg orð, þannig að fyrirskrift fundarins eftir laun í útlöndum, þetta maður að tala ég veit það ekki, njótandi eftirlauna. En þetta vissulega í sammála því að þetta eitthvað sem má alveg endurskoða. Já, þá skulum við fara að segja þetta gott. Að lokum við vil ég þakka ykkur kærlega fyrir komuna og ykkur sem að horfa á streymið bara kærlega fyrir að horfa. Og skulum þakka líka bara þessum frábæru konum fyrir
frábæri erindi og ég veit að við erum ekki að fá svör við öllum spurningum en skulum reyna að halda umræðinni gangandi, höldum fréttinni gangandi, komum glærunum á framfæri og hver veit við náum að búa til einhvern spjallþráð út frá því. En kærar þakkir Þórhildur, Elín Margrét, Anna Elísabet og Berglind fyrir þátttökuna. Við skulum gefa þeim gott klapp. Og ljúkum hér með fundinum. Takk fyrir.